góðan daginn, kæru vinir. Og við erum mætt hér samankomin til að gera eitthvað skemmtilegt í Jesú nafni og heyra að munni þessum manns einhver falleg Guðs orð og eins og honum gefið að mæla og þetta að byggja upp mann og annan og þig líka. Þannig að við óttustum ekki að hlusta á og meðtaka og jafnvel vinna úr og við fram allt viljum við fá smá hressingu út úr þessu. Þetta ekki víma sem við sóttustum í með við vorum að sniglast í kringum vímuefnin meðan að það var í lífi okkar. En við erum að sækjast eftir þessu. Við erum sólgin í orð Guðs vegna þess að orð Guðs það hvetur okkur, það brýnir okkur, það er gott við okkur vegna þess að það elskar okkur, vegna þess að orð Guðs gefið honum sem elska frá A til Ö. Og þetta alveg hægt að segja fullum fetum að sé, því að þetta hinn uppreisni í Jesú Kristur. Og hann vill að við séum það sem hann sé og eiga það sem við eigum og við vitum að það upprisu krafturinn með sér. Þetta allt saman í gangi enn og fjöldi manns auðvitað, stór hópur af fólki ekki lengur með á þessari jörð en það þá á þeim stað sem að Biblían segir þetta fólk vera. Það engin farinn og það engin gleymdur. Hann með öll nöfn og öll andlit og allt fyrir augum sér og mann eftir þessu öllu. Þess vegna og enn og aftur sjáum við það að við þurfum trú til að ná upp í þessar hugsanir. Því þetta svo fjarri öllu sem að við sjáum, hugsum og skiljum. Og drottinn auðvitað veit þetta og þess vegna gaf hann okkur þessa stórmerkilegu trú til þess að við héldum utan þessa vissu okkar. Og ég segi, þetta sannleikurinn sjálfur. Og ég bakka ekkert með það að þetta sannleikurinn sjálfur og þetta það sem ég stíg út á, geng út á og tala um. Ég get verið að tala um margt og hef oft talað um margt og hef skoðanir á mörgu. En ég get alveg sagt það með sanni að ég veit ekkert af þessu ég veit ekkert hversu mikill sannleikur þetta sem ég kannski að segja en ég veit að þetta kringu Guðs orð Krist sannleikur og það staðfesting sem ég hef frá öðrum stað en frá mér sjálfum frá þessum veraldlegum bókmenntum og svo framvegis. Það allt svona hipsum haps sem að þau að segja svona að staðstum hluta rétt en einhverju leyti ekki rétt vegna þess að þetta bara menn eins og ég sem gera þetta og við gerum mistök og það viðurkenna þetta allir menn. Hvað fræðumaður viðurkennir ekki allavega svona í góður að vinna hópi að sé nú ekki alveg fullkomin. Því enginn af okkur það en hann sem skóp gerði til að mynda mig og þig fullkomin vera. Og hann segir, þér munu lifa, ég lifi og þér munu lifa. Skilur þetta eftir hjá mér, trúi ég þessu ekki. Og trúin orðið það öflugið mér að ég segi, jú, ég trúi þessu. Og þetta hefur kastað burt frá mörgum, líklega öllum, þannig að þessa hræðslu við dauðan. Ég veit að þú ekki hræddu við neitt og allt fram að það, en vertu hræddu við dauðan. Og ég að segja það, þú getur komist yfir til lífsins og þá mun trúin sjálf sannfæra þig að þú munt ekki deyja. Og hvað gerist? Þú verður bara rólegur og róleg með það sem þú átt. Þannig að þú hugsaðir ekki hitt. Man alltaf eftir því þegar þetta upplöfst fyrir mér svona fljótlega eftir að ég byrjaði að ganga þessa gangu og ég myndi ekki deyja. Og ég var einn af þeim og alveg svo þú líklega sem tíma óttaðist dauðan.
Ég held að þannig sé þetta hjá öllum, en það varði ekkit bara alltaf, en tíma óttaðist í dauðan og svo kemst ég til trúar, þá segi ég, hei, ég lifi, ég þarf ekki óttast dauðan. Það getur vel verið að einhver hristi höfuði núna, en ég segi, þetta er veruleiki inn í þessu lífi. Þannig hristu ekki höfuðið of mikið. Því ég veit og ég fullir því að einhver tímann hefur glímt við þetta. En ég er að segja, þú getur núna losnað við vegna þess að Drottinn er að horfa á þig, tala til þín og hann segir, komdu til mín. Og ég skal losa þig við þessa hugsanir dauðan því að þú munt lifa, en þú lifir bara í mér. Upprisudagurinn er ekki komin eins og ég skil þetta, en mér skilst nú að menn skilji þetta bara sínu skilningi með það, en það er aukaatriði því að orð Guð segir að þú munt lifa. Hvernig þetta er þangað til þetta gerir veit ég ekki, og einhver að segja ég þarf ekkert að vita það sem ég þarf að vita er að lífið eilífa býr í mér. Og Drottinn segir, ég siti hægri hönd föðurins á himnum og þangað fer ég og þú með mér. Og þú hefur verið duglegur og dugleg við það að boða Jesú Krist, krossfestan og upprisinn og haltu því áfram. Hver er staðan? Svo lítið gramur í hjartanu, pínu lítið reiður í hjartanu, lítur á sumt kristi fólk sem bara óþokka og ómenni og óbermi, jafnvel. Þú mátt hugsa þannig alla að þú vilt það. En mundu það að Drottinn dó í þinn stað og þú, hversu mikill gremjuboltið þú ert, mun deyja. Og hvað tekur við? Það sem þú hefur lagt inn, það tekur við og það opnast á því þar. Og þú kemur með nafni Jesú á vörum. Þú ert hólpinn. Það er þetta að vera hólpinn, það er að vera hólpinn þar. Hér, á meðan þú ert hér, dregur andan hér, þá ertu með þennan möguleika að verða hólpinn. En það verður klippt á það einn daginn. Það gerist með andlátið þínu. En Biblían segir, og ég trúi því, að ég held áfram að vera til. Og það gerir lífið graf alvarlegt eins og við erum alltaf að tala um. Er þetta hræðslu áróður? Já, sumir segja það. En sumir, kæru vinir, segja svo margt. Þannig að við getum ekki verið að stoppa nettið það hvað sumir segja. Við bara tölum það sem við vitum. Trúum, skiljum og skynjum og merkjum. Og við viljum bara vera þar. Eða ekki? Ég vil allavega vera þar. En þetta er þess að dagurinn sem Drottinn gaf mér og þér, við erum gefað þess. Hún skreið. Þetta er á fótum og með fætur og ára að ganga og líka íta frá sér. En þetta þarf alltaf á réttum staðum. En það er boðskapurinn í Jesú og við vorum að tala um það að við þurfum ekki óttast dauðan. Og ef þú heldur það að þetta sé ykkur bábilja að tala svona, þá veist þú ekki mikið minn kæri vinur pælinguna hjá fólki í lífinu. Það var allir einhver tíman og einhver stað velt þessu fyrir sér. En ég segi, ég tala til sjálfra mín með þetta, að þegar ég fekk trúna, þegar Drottinn blessaði sig yfir mig, þá fór þetta allt saman. Og það getur var hjá það hjá mér og það verður það líklega hjá þér. Það var rosalegur friður sem fylgdi þessu og þetta var rosalegur sigur fyrir þessa mannesku sem hér er að tala. Og ég trúi því að eins verði með þig sem við vitum, hver veita ekki að eitt sinn skuli hver deyja.
Hver veit þetta ekki? Svo manneski ekki til, vegna þess að einhvern veginn það bara gengur með lífinu. Hverjum þykir það einkennilegt að roskið fólk, gamalt fólk degi? Hverjum þykir það einkennilegt að afi og amma í hárri elli degi? Engum. Þetta er bara hinn parturinn á peningnum. Þetta er hinn hliðin á peningnum að fólk degi. En Drottinn er með inn í það gleði boðskap. Hann segir, þú munt hitta þetta fólk aftur. Og ég hef vitnað það, eins og náttúrulega bæði þú og allir aðrir, þá hef ég þetta mist. En ég segi, sumt af þessu fólki veit ég að ég mun hitta aftur. En ég segi það líka, og það er auðvitað hreigði við því, ég veit ekki alla, en ég veit suma potti þetta að ég mun hitta þá aftur. Og þetta er svona sín gleði frétt. En góða vini, þetta viljum við hafa áfram hjá okkur, en það er ekkert upp á það boðið. Vegna þess að lífið bara tekur sinn toll. Það gerist ákveðið í lífinu og einn daginn þá sloknar það með því að hjartað í okkur það hættir að dæla blóði. Og þar með sogast þetta líf burt, en þó ekki. Það fer til staðar sem ég veit ekkert Ég raun og veru hefingan á og á að vita, en menn eru með alls konar kenningar það hvað gerist þá. En mig varðar raun ekkert það. Ég veit, ef ég degi trúni á Jesú Krist, þá mun hann taka við mér. Hvenær sem það gerist það fljótt eða seint, varðar mig ekkert heldur. Ég bara veit að þanga mun ég fara. Þess vegna er hann með okkur í þessa kennslu, og hann er alltaf að tala til okkar þessi orð, þessi uppörvandi, hressandi orð, að ég og Drottinn í deginum sé málið. Hvað þarf ég meira en að vera með Drottni í deginum bara hér og nú? Ég þarf ekkert meira. Ég veit ekki með þig, en ég þarf ekkert meira heldur en þetta. Og ég hef alltaf verið á þeim stað að reyna að haga máli mínu þannig að þessi trú sé einföld. Trúin á Jesú og þú ert hólpinn. Trúin á Jesú og vel að þér í orðinu hjálpaði þér við að skilja hlutverk þitt og já, hvað þú átt að gera og hvað átt að gera. Umfram alltaf átt að trúa á Jesú. Og að þú trúir á Jesú, ert með heilt hjarta gagnvart Jesú, þá kemur svo margt annað sem þú gerir af trú. Þannig þetta er ekki flókið. En þú þarft að vita þessa hluti, þessa þætti, hvernig ná að bregðast við, og þá hefur auðvitað þína eigin visku frá anda Guðs og svo framvegis, þannig þú ert með allt til þess að verða besti biblíufræðari veraldar. Þú, já. Akkur, þú átt með sama anda og ég. Þú átt sama Guð og ég. Og hann segir sjálfur, ég fer ekki mangarinnarálit. Við hins vegar erum alveg bullandi mangarinnarálit og það skýrist að því og birtingamyndin svo að við erum að draga menn upp til skýjana sem alveg svakalega mikið trúfólk. Verð þú bara sjálfur og sjálf þessi svakalega mikla guðsmanneskja ef að það er eitthvað markmið fyrir þig að vera það. Það er kannski markmið fyrir þig, já. En sumir eru með það markmið að aðri sjáu þessa svakalega flottu guðsmannesku. Og þá, ef við erum með þá skoðun, hugsun, þá eru á röngum stað. Segir ekki Drottinn enda sjálfur að þá ég hafi, að ég miði mig við sjálfan mig. Ekki aðra. En að tala þetta. Verð þú bara heill í Jesú nafni og þá getur þú séð árangur af þínu lífi og þú mátt það alveg, en þú ert ekkert að miða við aðra. Svo fyrir utan það þá veistu nú harla lítið það hvað aðrir er að gera. Er það ekki rétt hjá mér? Ég til svo að vera, jú. Þannig að eitthvað stærilæti í Guði og mont innan gæsalapa, mér nú illa þetta orð mont, að það á ekki að eiga sér stað. Ef þú ert montin manneskja, þá ertu líklega að bera þig saman við einhvern annan og þú ert í raun og veru að hefja þig upp yfir hana. Það er montið.
Við sjáum þetta með þetta tollendumanninn og farisían sem koma að biðjast fyrir. Og farisín mikill og merkilegu maður, hann horfir til þessa greis, farisín er tollheimtara greis sem voru nú ekki endilega vinsölustu mennirnir í Gyðingalandi. Já, ég þakkaði nú fyrir það, Guð minn, að ég er nú ekki eins og þessi þannig. Ég geld 10 öllu sem ég geri og geri þetta og geri öll þessi flottu verk. Þessi þetta er bara einhver maður treður á svona liði, maður gæti hann hafa sagt, en sagði ekki. En hvað sagði ekki tollendumaðurinn? Hann iðraðist. Veltu með syndum líksamur. Barst upp til drottins og hvaða meðmæli var sagt þessa menn. Sá sem að gerði þessa bæn, veltu með syndum líksamur, fór réttlætur frammi fyrir Guði, hinn ekki. Þessi mótni með allt á reynu, allar réttar aðgerðirnar og líf sitt alveg tandur rétt og beint að eigin mati, hann fór ekki réttlætur að hann. Því hann var að miða sjálfan sig við þennan, ég nú miklu meira en þessi, en drottið sig, gerðu það ekki, miðaði við sjálfan þig, og þú getur þá miðað við verkin og þú sérð og segir við sjálfum að þú ert að segja sannleika, ég er nú bara vaxið helling í trúnni, og ég get alveg sagt það sjálfa mig að ég hef vaxið alveg helling í trúnni. Ég er ekki þetta barn í trúnni sem ég var þegar ég steig inn í kirkjuna árið 1989. Það sé það hver maður. Það er þetta sem mann á við. En þessi þarna við hliðin á mig, sem kannski frelsast svipa að leita, ég veit ekkert hann. Er ég eitthvað hærra settur en hann? Á ég til meiri trúnan? Ég bara hef ekki hugmynd það. En ég er ekkert að miða hann eftir það. En við sjáum þetta hennar samjöfnuð á milli farisíans og tollendumannsins. Hann bara vildi helst bara tróða á honum og sjálfsagt hefur hann vilja bara henda honum út. En samt sagði Guð hann, þessi fór ekki réttlætur frá mér. Með öll verkin sín flott og fín. Hvernig er með mig? Hvernig er með þig? Ég vil að mín verk bara standist fram fyrir Guði. Og ég veit hvað ég þarf. Ég þarf að vinna í trúnni minni. Ég þarf að gera verk í trúnni minni. Tekst mér það, mér hefur nú tekist að hinga til já. Í raun og veru er ég ekkert að biðja neitt álit frá þér. Mér var það raun ekkert álit frá þér. Ég vil bara blessa þig. Og trúa því að þú sért bara væn Guðs manneskja. Rétt eins og ég tel mig vera. En þetta er það sem Drottinn vill segja við okkur í dag. Hann vill að við göngum fram, keik, hnarreist og með allt okkar bara á þurru, og þá kemur til skjalana hreinskilni mín. Gagnast mér sjálfum, gagnast trúni minni, og þá er ég ekki eins og tollendumaðurinn, farisín, sem fór að meta mig við þennan vesalingsmann sem var tollendumaður. Og þessi tollendumenn, ef þú þekki sögu tollendumannana, sem töluðu þá að þetta hafa nú bara verið handrukkarar síns tíma. Maður heyrir reyndar ekki tala mikið handrukkar í dag, en tíma var talsvert mikið talað þá. Og það var ekki heimsókn sem þú kærðir neitt að fá. Og þetta gerðu þessi menn. Þeir bara tóku menn og lumbruðu svolítið á þeim til þess að þeir greiddu skattinn. Svo fyrir utan það að voru nú margir af þessum mönnum þjófar. Þannig að ríkið var ekki endilega að fá allan þennan skatt frá fólkinu. Þeir hirtu bara jafnvel eitthvað prósent af því sjálfur og stungu í eigin vasa. Þetta voru óheiðarlegi menn. Þannig að við sjáum í þessu ljósi að farisín, flottur og með bindu og allar græjur, hann hafði alveg ástæð til þess að gera lítið úr honum. En hann vissi ekki það sem að hann farisín sjálfur, tollendum að sjálfur vissi, hann vissi að núna átt hann Jesú. Hann kemur fram fyrir hann og segir, vertu mér syndum miskun samur og líksamur. Að hann var auðvitað iðrast fyrir allar þessi vondu verk sem að þetta tollheimtu embætti
hafði fært af sér og sjálfsagt gert hann að einhverjum, já, kannski ríkum manni, ég veit ekki hvernig það var, hvernig sú staða var, en ég veit að þeir tóku og svo bara börðuðu fólk ef það gat ekki borgað og tóku svo eitthvað af þessum hluta af þessum tekjum fyrir sjálfa sig. Þetta voru bara þjófar, þetta voru svona illmenni þess tíma. En við miðum en samt miskunnar drottins yfir þennan mann og svo færa hann þessi svakalega flottum meðmæli sem ég veit að þú mundir vilja fá og kannski hefur oft fengið, að hann fór réttlætur frá Guði. Er það ekki málið fyrir okkur, mig og þig, þegar við komum fram fyrir Guð, viljum við ekki fara réttlætir frá honum? Og við getum það. Við komum bara með hjarta sem elskar Krist, og hjarta sem elskar Kristi sannleika sér ekki meðvitað neina synd. Hvað áður var allt annað mál. Hvað þeir einu sinni voru, sagði Páll, var það með ekkert og hvað ég einu sinni var, segðu þetta með mig, hvað ég einu sinni var, mér var það ekkert það. Ég kristinn maður í dag, ekki svo að segja mín ævi sé eitthvað þakin af einhverjum skít og óreindum, hún það ekki, en þetta hefur manni orðið á eins og öllum öðrum mönnum. En ég elska í dag Jesús og ég hef elskað Jesús upp á dag frá 1989, já upp á dag, og þetta það 2022 í dag, þetta yfir 30 ár og það langur tími. Af hverju? 30 ár, það ekki flókið reikningsdæmi. Ég held áfram að lifa og ég held áfram að lifa og hér ég og það 2022 í dag. Þetta ekkert einkennilegt. Hvar varst þú fyrir 30 árum eða 32 árum? Þú ert ennþá uppi og það ekkert einkennilegt við það. Við bara lifum. En hvað hefur við verið að gera á þessum 32 árum? Ég hef lofað Guð í þessi 32 ár. Trúðu mér með það, en þú? Ertu ekki ennþá kannski að hrista bara höfuð yfir því svona boðskap? Alveg svo þú varst þá. Kannski þekkir ekki Guð með réttum hætti. Við horfum á Farisean aftur núna. Hann þekkti ekki Guð með réttum hætti. Hann ætlaði að blíðka hann með verkónu sínum, með ölmusugjöfunum, með klapp á bak manna, bara til þess að blíðka Guð. En í hjarta sínu var hann fullur af fordómum og dómhörku. Við sjáum það bara hvernig hann bað til Guðs, já, fyrir sjálfum sér, já, og hann þakkaði fyrir það væri hann ekki eins og þessi. Hann var að tala bara þetta seiði þarna. Þetta tollheimtara kvikindi, eins og við myndum sjálfs að segja. Við veitum ekki allt menn. Þetta ekki viðmiðið sem við eigum að hafa. Ef við viljum viðmið, það alltaf að hafa viðmið, þá skulum við miða við okkur sjálf. Þegar ég verið manna bestur í dag. Ég veit ekki hvort ég hef verið manna bestur í dag. En ég held að ég hef ekki gert á hlutin eins í dag en í gær. Ég held að það sé sama bara í gær en fyrir ári. Ég held að það gildi bara sama þá. Það hægt? Það allt hægt. Þú trúir á Jesú í dag. Fyrir 10 árum síðan þá trúði ég líka á Jesú. Fyrir 20 árum síðan þá trúði ég líka á Jesú. Fyrir 30 árum síðan trúði ég á Jesú. Og svona hafa bara dagarnir liðið. Það Jesús sem forðar manni frá því að gera einhverja bommörtur viljandi. Sumir að gera þetta allt viljandi. Þetta var val þess að tollendum hans. Nei, þarna farið sér að tala svona með þessum hætti, tala svona niðrandi, með svona niðrandi hættum aðra manneskju. Sem vissi í raun ekkert hvað þið gerst hjá. Manneskju sem var búin að í raun og veru að söðla í huga sínum og hjarta. Það segir engin annar en sá sem hefur umsnúið hjarta sínu, drottin vertu mér miskunnsamur og líksamur.
Það er að umsnúningi hjartan sem þessa orð gengur fram. Hver eru þín orð? Ég er nú heppin að vera ekki eins og þessi. Og ég þakka nú bara fyrir það, Guð minn, að ég er ekki eins og þessi. Það er alveg rétt, þú ert ekki eins og þessi. En þú ert sá sem þú ert. Og þarna sjáum við mynd af manni með hjarta fullt af dómhörku. Og mynd af manni með auðmýkt hjarta sem grét frammi fyrir Guði. Af hverju? Hann var sem meðvitaður brot sitt. Við sjáum hvernig Guð afgreiðir þetta mál. Hann segir að farisíinn fór ekki réttlætur frá mér, en tollendummaðurinn gerði það. Af hverju? Hver er kennslan? Hún liggur alveg fyrir. Trúin á Jesús og þú ert hólpin. Trúin á Jesús og þú ferð réttlætur frá honum í hvert skipti sem þú kemur til fundar við hann. Og við berum oft fram bænir, ansbænir frammi fyrir honum og við viljum fara réttlætt það. Bænasvör, við förum nú að biðja í dag til þess að fá bænasvör. Ég vil bara koma fram fyrir Guð og ég vil bara þakka honum. Og ef ég þarf að biðja hann eitthvað sérstakt, þá geri ég það. En ég vil fram allt bara þakka honum. Og ég trúi því að það sem ég þurfi, fái ég. Það er mín reynsla. Ég hef það sem ég þarf vegna þess að ég þjóna lifandi Guði. Og við hérna höfum oft talað það að köllun fólks er ákveðið verkfæri sem dugvið er að nota. Og þú þarft að þér ætlað ákveðið verkefni gegnum köllunina þína og vertu viss með það. Drottinn mun skaffa þér það sem þú þarft. Ég er með slatta tækjum hérna í kringum mig. Drottinn hefur látið mig hafa þetta allt saman. Þetta byrjaði árið 2002 eða 2003. Ég reynda var byrjaði löngu áður en ég lagði þetta nú allt niður í 20-30 ár, 20 ár minnst. Eða 30 ár, maður var svo gamall og átt á því. Þá fór ég aftur að taka upp þessar myndavélar. Ég hafði ekkert átt við það bara frá því að 70 og eitthvað. Eitthvað nokkur ár þá. Og þetta er árið 2002-2003 og allt í einu áskotnaðist mér svo litli peninga. Og ég notaði þessa peninga til þess að gera þetta því að ég sá að þetta var einhvað sem ég átt að sinna. Og frá þessum tíma, 2002-2003, hef ég verið á fullu við þetta. Og komið náttúrulega með þær græjur sem maður þarf í þetta. Og þetta er fullorðnar vélar og ég þarf svona senn að fara aðdóa með að endurnýja þær. En ég hef engar áhyggjur af því. Því ég veit hver köllunin mín er. Hún er að halda þessu áfram og ég þarf sömu verkfæri til að gera þetta áfram og hér eru þau og Drottinn ætlar að vera með mér í þessu alveg eins og hann hefur alltaf verið. Af hverju? Hann er að blessa fólk með þessu. Þetta er ekkert flókið mál. Hann er að fræða fólk með þessu. Hann er að breiða út sjálfan sig með þessu. Hann er að nota köllun þessa manns til þess að útbreiða sjálfan sig. Þín köllun er með nákvæmlega sama hlutverki. Að breiða út boðskap Drottins. Þannig að við göngum fram fyrir Guð í auðmýkt. Þannig að við tökum ekki okkur það í mun að við séum þakkláttur að vera ekki svo þessi. En hver oft hefur þetta ekki verið gert? Það sem þessi ágæti farisí gerði. Þú skalt ekki ímynda að það er það eina sekúndu að hann sé eitthvað stakt sker út í ballarhafi. Nei, þetta er allt í kringum okkur. Og ég gæti ekki að mér. Þá er léttur leikur fyrir mig að verða þessi farisí sem að bendi á þennan mann sem var þetta og þakka Guði fyrir það að ég er ekki eins.
En það sem að kennslan segir mér þarna að það sem hann vissi ekki og gerði sér ekkert að vita og sjálfsagt ekki trúa þó að fengi að heyra það var að þessi manneskja var komið með umbreytt hjarta sem lofaði Guð, sem iðraðist fyrir það sem hún var og sagði Drottinn fyrirgefðu mér, vertu mér líksamur, miskunnsamur. Hvað varð þennan mann? Það ekki gott að segja, það segir ekkert meira hann, en ég reikna bara með því að hann hafi gengið veg trúarinnar og blessa marga og líkna mörgum. Það okkur ætlað. En sá sem að ber sér á brjóst og segja þakkaði fyrir það Guð að ég ekki eins og þessi. Ég held að hann miskunni sig aldrei við nokkra manneski vegna þess að miskunni ekki til í hjarta. Bara orðin sem hann sagði vitna það að það ekki til nein miskun í hjartans. Hvernig með þig? Og þetta nú eitt boðskapur. Hvað með þig? Nú snúum við öllum spjótum að okkur. Og hvað með mig? Ég að dæma einn og annan og þakka Guði fyrir það, ég nú ekki eins og hann. En ég þá eitthvað ólíkur honum sem hann var einu sinni? Ég ekki viss það á meðan að ég á þessum stað, ég sé neitt svo ólíkur honum. Hver trúin í hjarta mínu ef ég að benda á annan og þakka Guði fyrir það að vera ekki eins og hann? Hún mjög fjarri mér. Og hvað segir ekki Drottinn sjálfur? Elskið hverja aðra. Þetta nú boðskapur og honum. Elskið hverja aðra. Erum við vissum að við skiljum þennan boðskap? Það erfitt að spá það hvað aðrir skilja. En ég veit hvað ég skil og ég sé þarna ákveðna meinbugi á þessum orðum farisæans. Ég sé fullt af meinbugum á þessum orðum farisæans og ég veit að það eru margir á þessum stað bara hér og nú. Ég vil ekki vera þar. Þannig að við erum að læra af orði Guðs. Ef að ég læri ekki fyrir mig af orði Guðs, þá getur þú ekkert lært neitt fyrir mig. Ég verð að læra þetta sjálfur. Og hvernig geri ég það? Ég opna bókinu og ég les. Og ég á þessum stöðum þar sem þetta allt saman byggir undir það sem Guð að segja. Það heitir staður trúarinnar. Og grunnurinn að því öllu saman þessi trú sem ég á í hjarta mínu, sem verður aldrei tekið frá mér. Nema ég vilji það sjálfur. Já, nákvæmlega. Ég get tekið hana sjálfur í burtu, það gerir það enginn nema ég þá. Og hvað þarf til þess að trúin víki bara úr hjartanu? Eins og ég hef oft sagt, þá hef ég ekki hugmynd það. Því sjálfur hef ég aldrei leitt hugan að því í eina einustu sekundu. Heldur miklu frekar ígrunda það með hvað hætti hún getur vaxið. Og ég veit það. Það að gera kollunina, taka við boðskapnum frá öðrum, vera í samfélagi trúaramanna og umfram allt elska samfélagi. Það getur verið erfitt að elska samfélagi því að þar þú og ég og okkur gengur kannski illa að linda saman og þetta nú bara svona í eðli fólks að vera að nuddast hvort út í annað með neikvæðum hætti og það líka í kirkjunni. En það höfum við fram yfir þá sem ekki trúa að við eigum Guð sem segir okkur leiðirna fram hjá þessu öllu og eyða þessu út. Hann kemur með lykil orð. Elskið hverja aðra. Þetta ekki lykil orð til þess að eiga gott samfélag? Ég hygg að við viljum þetta. Ég held að flest af okkur keppum eftir þessu. En það ekki nóg. Við þurfum að lifa þetta. Við þurfum að vera þetta. Þannig að þú sérð, ef þú gremjufull manneskja, hún verður að fara
áður en að neitt annað gerist hjá þér. Hún þarf að fara, hvernig fer hún? Það hef ekki hugmyndu það. Ég hef engin svörin í það. Ég sem betur fyrir hef ekki þurft að vera að glíma við þessa gremju. Það er svo sem alveg nóg sem maður þarf að glíma við, en þetta, nei, ég hef nú ekki þurft að glíma við þetta. En ég sé hversu óskaplegt vald þetta er. Af hverju? Að því trúnni er áfátt. Elskunni er áfátt. Kærleikurinn hefur beðið hnekki af þessu. Við getum verið manneskjur sem ég er nú heppinn að vera ekki eins og þessi þarna maður. Þakka þér Guð minn fyrir það. En ég fór ekki réttlætur frá. En hinn sem ég var að jafnilega tala niður til, hann gerði það. Eða hún. Hver er þó ég? Þarf ég ekki að fara réttlætur frá borði Guðs? Réttlætur á honum? Við sjáum mikilvægi þess að trúin á Jesú Krist fái að haldast við. Mín trú fyrir mig, þín trú fyrir þig. Þetta er það sem að Guð vill tala við okkur í dag, og við erum að fá hérna enn eina góðu kennsluna. Við erum að fá kennslu það hvernig við höldum í þessa trú og hvernig við gerum trúna okkar einfalda. Ég er ekki á þeim stað og hef aldrei verið að vera mikið að velta því fyrir mér hvað gerist, hvert maður fer þegar maður er sofnaður frá þessu lífi. Mér varðar bara ekkert það. Ég trúi því núna að ég muni lifa með Jesú eilífð. Hvort eitthvað millibils ástand sé þegar maður hverfur hérðan veit ég ekki, og ég þarf ekkert að vita það, en ég veit á einhverju tímapunkti þá mun ég fara þangað sem hann er, og ég veit hvað hann er, og þú líka. Hann situr við hægri hönd föðurins á himnum. Hann er það. Hvort að ég farið þangað beint, bara veit ég ekki, og mér er raun alveg sama það. Ég veit að á sínum tíma, réttum tíma, Guðs tíma, þá mun ég gera það. Þess vegna þarf ég að skila deginum af mig með þeim sóma að ég gefi drottni alla dýrð af því sem ég hef verið að gera í dag, góðum verkum. Því að maður sem gengur fram í trú gerir góð verk. Það leiðir að sjálfa sér. Þannig að við þurfum alltaf að ganga fram í trúnni. Á hverju? Sjálfum okkur. Á trúnni á Jesú. Ef við gangum fram í trúnni á sjálfum okkur, þá erum við líklega farisín sem segir við þegar þeir fóru að biðja, þeir geta alveg beðið þessi kallar eða kettlingar. Ég er nú heppinn að vera ekki eins og þessi, menn ég þakka hann bara Guð fyrir það að ég er ekki eins og þessi. Svo fór ég ekki réttlætur frá því borði, en þessi sem ég var að tala niður til fór það. Þannig að við þurfum að sjá þetta eins og Guð sér þetta. Það er nú svona kennslan stóra í þessu öllu saman, að við þurfum að sjá þetta eins og Guð sér þetta. Og þá líka erum við í nokkuð góðu málum. Þannig að hvatningin er alltaf þessi sama. Tökum trúna okkar sem trú. Lærum hvað er trú. Lærum hvað við eigum að gera til þess að hún viðhaldist. Við trúum á Jesú. Við elskum Jesú, og þá kemur það sjálfu sér að þú ferð að vinna verk sem Drottinn vill að þú vinnir og ekki öðru sér. Og þá erum við bara í nokkuð sléttum sjó, skal ég segja ykkur. Og við eigum að haga lífið okkar þannig að við séum svona í nokkuð sléttum sjó, en það getur ýmislegt gerst. Ég er ekkert að tala neitt það. Við getum samt verið í sléttum sjó og þannig séð, því að þú ert ekki meðvitaður neitt ranglegandi, þá hefur það engin áhrif á þig þá einhver bylgja sé að koma á þig hingað og þangað. Það mun ekki ná til þig. Það er verið að fjara þær út áður að það ná til þín, að því að þú ert með þitt á hreinu. Þú gerðir þetta í trú og Drottinn sér sína. Þarna eigum við að vera. Og þá, eins og við vorum að tala þá varðar mig og okkur ekkit hvað aðrir gera. Það verða allir að bera ábyrgð á sinni eigin trú, sínu eigin lífi. Ég mínu, þú þínu. Þetta verður aldrei frá okkur tekið.
bara aldrei. Þetta eitt af því sem trúin við kenna okkur, segja okkur og fá okkur til að skilja. Skilningun kemur af því að við erum að gera trúarinnar góðu verk. Og grunnurinn að þessu öllu að ég trúi á Jesú. Og þá ég komin á mína grænu grein. Þú þarft að komast á þína grænu grein. Ég á minni. Verð þú á þinni grænu grein. Í Jesú nafni. Þannig við sjáum að við erum að fá góðan boðskap í dag og Konráð kveður og heldur þessu verki Drottins áfram af því hann eiginlega hvetur mig til þess. Í Jesú nafni.